okkar aðalvinna hjá Starquote Academy námskeiðið þín persónulega umbreyting sem 9 mánaða námskeið. Já, námskeið sem var til upp úr þessari ljóskoðavinnu sem við fórum í gegnum hann 2020. Já. Þar erum við að leiða þátttakendur í gegnum svona heiðarlega sjálfskoðun, getum við sagt. Jú. Það sem við erum að leggja áherslu á að koma auga á það hvað það sem að hindra okkur í að lifa okkur besta lífi og finna leiðir til þess að geta komst þangað sem við viljum komast í lífinu. Uppgöta kannski hverju draumarnir okkar eru og ég held að þegar við komum sérstaklega svona þegar maður er kannski, ég vil nú ekki segja að við séum miðaldra en þegar maður er komin yfir fertugt þá held ég að maður þarf að stundum bara staldra við og hugsa ok, er ég að gera það sem ég langar til að vera að gera? Já. Er ég að fylgja draumunum mínum eða hafa draumunum mínum kannski breyst? Ég held að sé óbúslega algengt að við höfum einhver svona markmið, við höfum eitthvað að stefna, okkur langar að gera eitthvað en svo breytist það og stundum strögglum við að komast eitthvað sem að við erum bara löngu hægt að langa til að fara. Já. Og það svo mikilvægt að skoða og líka fara aftur á bak, skoða okkur, hvers vegna eru við eins og við erum í dag. Hver okkar bakgrunnur? Við höfum öll lent í ótalmörgum áföllum og þau eru misstór og mismunandi fyrir alla og þetta eitthvað sem við bara þurfum að skoða á vinni gegnum. Hvaða áhrif hefur það okkar líf í dag? Hvernig ætlum við að halda síðan áfram? Og hvert ætlum við að fara? Hvað segir hjartað okkur? Því ég held að við séum oft svo fljót að hlaupa og við erum bara í þessu daglega amstri að við gleymum að spyrja hvað það sem ég vil? Hvað það sem kveikir í mér? Áreitið náttúrulega svo mikið og það svo auðvelt að halda sér uppteknum við það að hlusta ekki að hjarta. Það eru ótal margar leiðir til þess. Það þekkjum við alveg. Já, en það leiðir náttúrulega allavega í okkar tilfelli og við getum þá talað reynslu að það að fylgja ekki okkar köllun eða okkar hjarta að það leiddi okkur báðar í kulnun. Já. Og okkar kulnun fylgdu í sig líkamlegi kvillar og andlegi kvillar sem að í rauninni við þurftum svo að vinna okkur í gegnum. Því að ganga á móti sjálfum sér getur ekki annað en leitt til einhvers konar krankleika á endanum. Það er gefið og eftir því sem við göngum lengra á móti okkar gildum og okkar hjarta því verra í rauninni verður það. Já. Og því erfiðara að stundum að horfast í augu við sjálfan sig. Já. En við erum leiðsögukonur í þessu námskeiði og við lítum ekki á okkur sem kennara. Við getum bara deilt því sem að við höfum lært, því sem miðlað hefur verið til okkar. Sem stundum pínu erfitt fyrir kennarana og ljónið og verkefnastjórana. Já, það er bara svo mikilvægt að við hættum að setja fólk upp á einhvern stall. Því að við höfum öll eitthvað fram að færa og þú getur ekki hitt þann einstakling sem ekki getur kennt þér eitthvað. Og það er alveg sama hvort að það er í góða vonda eða hvernig sem það er. Það er alltaf einhver lexía. Og við leggjum mikla áherslu á inn í hópnum okkar að fólk sé heiðarlegt gagnvart sjálfu sér og einmitt líka að fólk taki kannski fyrstu skrefin í því sem hefur reynst svo mörgum svo erfitt og það er að treysta öðrum. Og leyfa sér þessa tengingu, að við leyfum okkur að tengjast hjarta í hjarta og við treystum öðru fólki fyrir okkur og þess vegna er okkar stærsta hlutverk í þessu að skapa þetta örugga rými sem að við náttúrulega skiljum núna að við höfum verið að gera í gegnum ansi langan tíma í okkar störfum og félagsstörfum. Að þetta að skapa rými þar sem að við getum opnað, þar sem við getum treyst okkur til þess að treysta öðrum. Það er bara svo ríkt í okkur í nútíma samfélag og kannski náttúrulega sérstaklega okkar kynslóð og kynslóðna þar á undan að maður eigi að vera duglegur og maður á ekki að vera kvarta og maður á bara áfram gakk og það er veikleiki ef maður grætur og það er veikleiki skipt skoðun oft. Jú.
Og þannig að við finnum okkur oft í aðstæðum þar sem við að einhverju svona misskildum, ég vil kalla það misskild gildi, misskilin gildi, erum búin að koma okkur út í horn. Og kannski í þeim aðstæðum reyndist allavega mér mjög erfitt að viðurkenna það bara fyrir öðrum og sjálfur mér að ég hefði bara verið á bandvillausu leið. Og ég hef búin að koma mér í og ég guð mig góður í gegnum æfina hef komið mér í alls konar vandræðum með því að ganga alltaf á móti rauðuljósunum, að hlusta ekki á innsæði, að hlusta ekki hjarta. Ég hef getað sparað mér bara alveg hellingsvesen. Þú lærðir rosa mikið. Ég lærði mjög mikið. En það akkurat þetta að geta hort á það og geta bara sagt ok, alveg sama hversu langan tíma ég hef veitt í að fara í skóla eða læra eitthvað eða æfa mig í einhverju, verið í einhverjum vinnum, það skiptir ekkert endilega öllu máli ef að hjartað ekki í því. Við þurfum að vera sátt í hjartanu, í okkur, vita að við erum að gera það sem að við komum hingað til að gera, við höfum alltaf tilgang. Já, við þurfum að frelsa okkur svona frá þeirri hugsun að þó að við höfum varið bæði fjármagni og tíma í að mennta okkur í einhverju ákveðinu, að það þýðir það að við þurfum að vera hlekkjuð af þeirri ákvörðun allt okkar líf, sko. Akkúrat. Og allavega mín trú að það ekkert sem til einskis. Og við höfum svolítið lært það í okkar ferli. Jú. Allir skrýtnu krókarnir sem við tókum, það í þeim fólst bara mikið lærdómur sem við erum að nýta okkur núna. En allt leiðir okkur á þennan stað. Já. Sem að heitir Star Coach Academy, fín persónulega umbreyting og námið sett upp eins og sögum yfir 9 mánuði, byggist mikið á hugleiðslum, á fræðslu, samveru og verkefnum, hinum ýmsu verkefnum og athöfnum og öðru. Þar sem við komum saman, við erum að mynda þennan ákveðna hring, þessi tengsl, því að við upplifum okkur oft svo ein og það líklega svo tilfinning sem hvað algengust hjá þeim sem að við hittum að finnst það ekki tilheyra. Já, vera einir, vera svolítið einir í sínu, en þegar við erum komin saman í hóp í öruggu rými að þá verður auðveldara að opna, að treysta okkur til þess að treysta öðrum. Já. Og við ætlum að fara af stað með næsta námskeið núna í haust og hingað til hafa bara konur skráð sig hjá okkur. Og við fögnum því að konur vilji koma til okkar, en það væri náttúrulega þetta dásalegt að fá karlmenn líka. Og við hvetjum hugrakka karlmenn til að koma og vera með okkur. Ég held að það sé líka alveg óbúslega mikilvægt að ná að skapa traust einmitt á milli kynjanna. Algjörlega. Og jafna þessa orku, þessa kvenn og kallorku sem við höfum öll innra með okkur. Þannig að við séum sjálf ekki í jafnvægi og einmitt á milli síðan kynjana. Og við erum í jafnvægi, þá skapast jafnvægi á móti öðru. Þetta spennandi. Já, og svo erum við líka farið til útlanda. Já, það svona stefnan. Já, fyrsta námskeið byrjar í Englandi. Já. Janúar 2023. Já.